Spá fyrir leikinn? Nei. Kjartan Ágúst Breiðdal, 1-1 hér gegn FH, þú settir hann. Ertu sáttur með úrslit leiksins? Já og nei, við hefðum alveg getað unnið þetta og bara fengum fullt af dauðafærum og bara óefnir að setja ekki annað. Svona fyrirfram með þetta bara verið fínt sko. Við erum ekki búin að tapa núna í 7 leiki í röð, þannig að við erum bara sáttir með þetta. Og það virðist engu breyta þó að menn séu meiddir eða í bönnum, við komum alltaf inn með nýja menn og stöndum okkur. Já, þetta er búin að sýna það, við erum með fína unga menn og Davíð kemur sterkur inn í þetta hérna í bakvörðinn og Addi kemur eftir meiðsli og þú veist, það er bara, menn stíga bara upp þegar það þarf. Sumar er náttúrulega kannski fram að björtustu vonum með en já, við hefum náttúrulega viljað titil, við viljum alltaf titil, það er alltaf markmið að vinna, náttúrulega titla í þessu, annars væri menn ekki í þessu. Hvernig svona, ef þú lítur á sumari, hvað svona skærustu og já, kannski slökustu punktarnir í þessu að þínu mati? Mér finnst nú, við áttum nú sénsa held ég þrisvar allavega að komast upp í annarsætið og klikkuðum á því. Síðan náum við að komast upp í annarsætið og svona þetta verður bara svolítið jafnt. En ég veit ekki alveg sko hvaða punktar eru. Hvað er svona leikur, eitthvað sérstakur leikur sem er best spilaður? Náttúrulega gott comeback hérna á móti Stjörnunni. Náttúrulega fengum okkur 3 mörk en gott að koma með 7 á móti. Svo náttúrulega FH leikurinn í kriganum, óöfnir að vinningi en við vorum að spila ágætlega fótbolta. Og svona slaka þessi leikurinn er kannski hérna á móti var ekki Breiðablik eftir Verslunarmannahelgi sem að náttúrulega bara hrikalegur en við stigum upp eftir það, þannig að það er í góðu. Fórum í Vesturbæinn og unnum þar frækinn sigur. Já, ég glemdi honum. Það var náttúrulega snilldarleikur og það er náttúrulega bara frábært að það er náttúrulega erfitt að vinna þar. Þeir eru heldur góðir hana í Vesturbænum. Tímabilið búið, það finnur bara að styttast í undirbúningstímabilið. Þetta er náttúrulega, þeir eru náttúrulega að spila og æfa nánast allan ársins hring. Þú ert leikmaður Fylkis og verður væntanlega næsta sumar eða ekki? Jú, það er ekkert nema eitthvað komið upp á erlendis eða eitthvað, maður veit það ekkert. Nei. Þú ert ekkert að fara í Fjölni? Í Fjölni? Nei, það er ekki að fara að gerast. Myndu aldrei að fara í Fjölni að vinni? Örugglega ekki með nýr hérna á Íslandi. Nei. Nú í sumar hefur líka einnig, já, við höfum séð hérna, já, mæta menn í stúkunni þar með Óla Jóhannsson. Ert þú tilbúinn að kallið kemur? Já, sjálfsögðu. Maður alltaf bíður spenntur ef það kemur sénsinn sko. En það verður bara komið ljós hvernig það fer. En þú ert alveg klár? Já. Skrúfur eða ekki? Skrúfur. Hvað, eitthvað típa með hárið eða? Típa með hárið? Nei, þetta er bara ég. Þá erum við mætt hér með Kristján Valdimarsson, varnarmann Fylkis, klettinn í vörninni. Þú ert búinn að vera að æfa flugskallana, varnarsinnaða flugskall í allt sumar og við endum í 3. sæti. Hvernig svona metur þú sumarið? Bara þokkalegt, þetta er þokkalegur árangur. Það er margir sem byggust ekki við þessum árangur en við byggust við þessu sjálfur. Þannig að þetta var ágætis árangur og gott að ná Evrópusæti en það eru 2 sæti fyrir ofan og við stefnum náttúrulega þangað. Það er bara stefnan. Evrópusætið, ég meina, hvað gerist? Við förum til Evrópu og erum við tilbúinir að fara til Evrópu og engin Óli Stíks? Já, það kemur náttúrulega bara maður í mann stað að vera alltaf 11 á vellinum. En ég meina það er bara gaman, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem Fylkir fer í Evrópukeppnina. En það er svona gríla að Evrópukeppnin gæti hugsanlega haft áhrif á deildina en þetta er bara gaman fyrir okkur, ég meina við erum búin að vinna þessu og ætlum bara að hafa gaman að næsta sumri. Fá smá hvíld núna og svo bara taka þetta fullu næsta sumar.
Nú, fyrir þetta tímabil fengum við nýjan þjálfara, Leifur Garðarsson hætti og Ólafur Þórðarson kom inn. Ertu ánægður með það breytingar sem urðu á leikskipulagi og öllu í kringum klúbbinn eða er eitthvað svona sérstakt sem þú getur tekið til? Já, Óli er náttúrulega bara reynslu kall og mjög gott að palla hérna með honum sko. Þetta er bara gott teymi saman. Og þetta er bara mjög jákvætt að hafa þá hérna inn á borð. Það er svo sem ekkert sérstakt sem breyttist þannig sé að jú, þetta, þú veist, erfitt að nefna kannski eitthvað eitt en ég meina það Leikstöður og færslu. Já, leikstöður og færslu og náttúrulega nýju leikmenn að koma inn og flæði á miðjunni og upp kantinn, menn voru að sækja upp mikið upp kantinn og að flæði á miðjunni og svo voru menn að synkronisera líka hann frammi sko. Já. Og hérna sem var bara mjög gott. Já, ég hef tekið því að synkronisæringin miðja sókn, miðja vörn hefur verið að henta liðinu mjög vel og við höfum náð að leysa þær leikstöður sem hafa komið upp trekk í trekk mjög vel og jafnvel náð að setja hann. Já, við höfum náttúrulega verið sko líka að formatið á þessu að synkronisera yfir í vinstri, yfir í hægri og svo halda semst breiddinni og í pakkanum þéttum. Það er svo sem verið lykillinn að þessu. Svo er líka náttúrulega bara, þú veist, mjög jákvætt að þessu ungu strákar séu að koma upp og eru jafnvel að hakka sig inn í liðið. Annar flokkurinn bikarmeistarar eru unnu F-fæðingarna í Hafnarfirði, einhverjir leikmenn það sem þú hefur séð sem að þú býður eftir að sjá með meistaraflokknum? Já, maður býður náttúrulega eftir að sjá Pap springa alveg út og svo er Davíð mættur hann að trilltur. Og svo eru náttúrulega bara ungi strákar sem að koma þarna upp sko, alveg, þú veist, ég meina Felix, sterkur og stór og margir bara hverjir mjög góðir sko. Danni er að pröfa að spila núna út á landi og þetta er bara, þú veist, ég held að þetta sé bara jákvætt en það er svo sem það er auðvelt að vera efnilegur, það þarf að taka næsta skrif að vera góður. Nú ert þú búinn að vera efnilegur töluvert lengi, hvenær heldur að þú fer að vera góður og tilbúinn í því að kallið kemur fyrir landsliðið? Ég hugsa að ég eigi ekki eftir að spila fyrir landsliðið, en ég er náttúrulega það ungur í anda og tel mig vera tiltölulega efnilega leikmann og ætla bara að stefna langt í þessu bolta. Spilið jafnvel með kvennalandsliðinu á góðum degi? Já, Óli vill kannski að ég spili í kvennalandsliðinu þar sem ég fekk ekki eitt spjald í sumar. Hann vill setja mig með stelpunum en ég vona að þær séu bara ánægðar með það. Sálin í kvöld, Jónas Guðmundsson er komið 7 miða, tríða, backstage passa. Ert þú með backstage passa í kvöld á Sálina? Jónas Guðmanns, það er spurning með Jónas Guðmanns hvað hann segir með þetta allt saman. En ég er ekki með backstage passa en það er mögulega ég og Stebbi og Jónas Guðmanns. Ég drekka ekki brennivín, það er ég drekk bara djúsa. Er Jónas með tríða 7 miða? Já, það er mjög jákvætt. Það er mjög jákvætt að Sálin sé að spila í kvöld. Það er náttúrulega bara partí í Árbænum. Ég vil sjá menn í runna, dauða í runna. Menn að fá sér sko. Menn að fá sér, ég vil sjá Blásteinn opinn fram til 9 í fyrramálið. Ég vil sjá skalla, ég vil sjá brúður brotnar í skalla eins og var í gamla daga. Ég vil bara sjá alveg árbæða stemningu í þessu. Þannig höfum við alltaf lifað eftir og þannig verður það. Já, ég meina, þú veist, ef það átt ekki pening þá bara verður að stela þessu. Herri, flott. Takk.